Finnst mér, ég verð að henda í gameplay hér. Það skulum við sjá. Magnað, þá ég kominn. Já, hvað finnst þér svo? Hvað heldur þetta? Þú hefur nú spilað á móti þeim báðum. Ég spila á móti þeim báðum og honestly, ef hann Voss Bobby nær ekki að downloada tendency-unum hans Icelandic Loser, þá held ég að Loser tekur þetta. Vá, já. Nei, Icelandic er nefnilega að nota mjög mikið af risky moves. Já. En það virkar ef maður ekki að búast við því. Það er náttúrulega málið, sko. Hann er alveg, hann er ekkert alltaf plus eins og maður myndi halda, sko. Það eru margir staðir hann til að grípa hann, það eru nokkir staðir hann til að challenge hann. Það eru nokkir staðir hann sem þú getur bara empty jumpa hann, bara dasha utan í hann og greppa hann, sko, því hann er alltaf að fara fyrir parry hennu og eitthvað. Já, jú, einmitt. Svo, þú veist, það er alveg options sem þú hefur. Það er bara, getur þú díla við, Sátt þetta bara flýgur yfir skjáin. Einmitt. Getur maður díla við þetta samt pressure og offense endalaust aftur og aftur, skilurðu? Já, það er spurning. Í svona leik þannig að þú ætti að vera svo nákvæmur. Já, en við sáum það að Loser var einmitt að nýta sér það. Þetta, þú veist, að vilja komast út til að nota parry aftur og aftur og aftur. Já, nefnilega. Og hann fær alltaf nasty stuff af parryinu ef hann er við vegginn líka. Heyrðu, þarna kom þróið. Flott. Hann leitaði að því. Það er ekki alveg... Já, ok, hann er að bíða oftar. Hann er eins oftar að vera meira patient. Þarna, yes. Hei, pikkar upp frá þessu mér að segja. Hann sagði mér nefnilega, hann er með vin í útlöndum sem að spila Leo, sko, í þessum leik. Já. Og bara Icelandic Loser bara með aðeins öðrum... Burst, mate! Það þurfti ekki að hoppa fyrir þetta, sko. Hann sagði að þessi hinn Leo player, sko, væri bara með allt önnur tendencies en hann, sko. Já, það var þetta erfitt að þú veist, hann er svo ótrúlega vanur einu Leo matchupi að reyna að venjast þessu, en hann alltaf sýndi það, hann er byrjað að venjast þessu með þessu þarna fyrsta, Já, heyrðu, það er rétt. Það er rétt. Yes. En já, hann fær nú alveg fullt af því. Skoða þarna! Þarna. Gott, beita þetta, grabba hann fær svo mikið reward úr grabbinu á Johnny. Já, einmitt. Ok, gott 6p. En þú Bobby þarf náttúrulega að vinna 6 leikinu. Ég veit það, hann þarf að koma sér alltaf leikinu Losers Runner og svo taka actual Grand Final. Þetta verður uphill battle, en mér sýnist eins og hann búinn að vera að ganga alveg helviti vel. Heyrðu, hann bara var að bíða eftir DP-ið. Já. Þetta unblockable er svo nasty. Þetta er eitthvað sem þú getur countað á með Icelandic Loser. Hann mun wake up reversala. Já, það er rétt. Ég hef örugglega náð að beita mikið en ég hef ekki bara gleymt í hvert skipti. Já, ég þarf að FD-a í loftinu til þess að ekki vera hittur alltaf. Því ég var svona, já, hann er að fara að gera það. Æ, fuck, ég gleymdi að vera bolt þessa. Okay. Nei, mér finnst það alveg skemmtileg hugmynd að þurfa að FD-a í loftinu. Já. En náttúrulega ef maður er ekki vanur því, þá er það alltaf spyrrandi. Nefnilega. Ok, það eru komið inn í hotnið, nice. 50-50 hérna, heldur hann í hotninu. Nice. Vel gert hjá Icelandic Loser. Tekur hérna round í leik 2. Ok. Nice! Þetta var flott. Ok, hann náði ekki alveg að burst beitan, en það var fínt. Já, ok, hann bara komboði frá þessu. Já, hann getur komboð frá þessu í hverju. Það er mjög mjög. Það er topp karakter í leiknum fyrir ástæðu, sko. Já, reyndar rétt. Þetta er líka mjög gott fyrir Voss gegn ímyndunar. Eða Bobbin. Því ef hann er ólangt burti, þá virkar færið ekki. Já, nefnilega. Það hjálpa mjög mikið á móti Leo að ekki spila up close and personal karakter. Vá, heyrðu, hann bara heldur áfram dóttur. Nei, býtu! Hann er komið burst samt. Hann er að reyna burst. Nei, ekki allar hana! Oh my god! Já. Oh, hell yeah! Destroyed! Já. Ok. Holy setup, sko. Wow. Já, hann er bara að sína að hann ætlar að vinna. Yes, hann ætlar að taka þetta. Hann ætlar að taka það með style. Já, of course.
Oh my god. Oh, nice. Nei, ég að búast við það í Slannick reynir líka eitthvað svona instant kill dæmi. Já, hann náði því á móti mér þetta já hann. Já, það? Já. Við vorum að taka practice-leikinn. Já, þú meinar þannig, já. Þannig að hann hafði ekki að stríminu, sko. Nei. En hann tók mig nokkur sinnum í practice, sko. Það var svakalegt, sko. Það var svakalegt, sko. Nei! Býttu! Hann náður með loftinu hann með resetinu. Flottur. Ok, hvað var hann hér? Hann blokkar på setupi, en hann bara réðst í gegn með super. Ok. Hvað var hann hérna? Nei! Wow! Flott grip. Oh my god! Komið tilbaka bara. Nice! Hey, vel gert. Það var Íslandi. Flott. Þá var hann komið ránd hérna í þriðja leik. Það er að fara svo mikið hérna á þessu. Johnny er svo ótrúlega hann er bara svo mikið pressure bara. Hann bildar upp bara með því að vera mid-distance frá þér. Já, náttúrulega. Sérstaklega gott á móti Leo sem er kannski ekki með neitt rosalega mikið range. Nei, að mesta sem hann hefur, hann er alveg með gott far slash og heavy slash. En ég veit ekki hvort það sé fljótar en allt sem Johnny getur kastað út inn á milli, sko. Nei, þarna komið enda í hverju. Ok, fær hérna einn setup eftir á. Gott reset. Komið á bakveðan, já, getur ekki beint gett neitt á móti þessu. Já, þú verður bara að respekta þetta, því miður. Og... Hleypur þetta? Já, býtu. Nei, hann droppar! Hann droppar síðasta, þetta er ekki alveg nóg gott. Er hann komið með þetta, Anvos? Það er bara eitt einasta hitt. Og... hann náði round því hérna. Flott hjá honum, Vos. Já. Hann er núna bara einu roundi frá því að resetta bracketu. Nei, Vos var bara tilbúinn, Bobbin var tilbúinn alla leið. Sjáum það. Ok, flott. Þannig var hann bara pressura með overheadinu endalaust. Já, endurinn úr þessu, það er mikilvægt. Það er það. Þú verður að geta, bæði í strife og í exit, þú verður að læra að grípa þennan anskota þegar hann er að fara framhjá þér. Og býtu þau. Það er úr loft. Já, hún langar bara alltaf ekkert að blokka það. Það ég skil, ég væri ekki til að gera það heldur. Þú verður smálega að reyna að finna einhver stað til þess að challengea því annars ertu bara að fara að taka svo mikið risk. Já. Hann með, býtu. Föðin í... Já, hann burstaði það þarna, þetta var eiginlega besti tíminn til að gera það. Oh my god. Sjá til, og point. Alright. Og þá er hann Icelandic loser. Nei, ég með einn leik. Johnny er náttúrulega með rosalega mikið af options í combo og svo slags, en hann er ekki með reverse. Nei. Meterless. Ekki meterless þarna. Nei, hann er með supers, en hann hefur ekkert meterless reversal í þessum leik eða neitt. Ok, ekkert follow-up. Skulum við sjá. Hann blokkar núna ekki hana. Já, það kom counterið. Þeir bara í bauksið. Já, þeir eru great beats. Big ball. Já, ok, byrju. Ok, flott. Heldur áfram pressurinn hérna. Já, þarna. Oh my god. Og, það er komið mistir, og, já. Nei, hann tekur hitið bara. Herru, ekki dreipur þetta. Nei. Oh my god, hann nálægt í sig. Guts, sko. Já, svo sem... Guts er svakalega þetta. Nú, hvað? Ok. Já, það er einn drift sem ég hef ekki séð neitt. Það sem spilum gerir mikið er svona projectile wires. Já. Það er eitthvað sem ég hef heilt mikið um. Það er mjög gott í þessu leik, fyrst að kosta nú bara 1/4 barinu. Ok, wow. Eins lengi þú hittir ekki í andstæðingin á neinum tímapunkti, þú veist, í blokka eitthvað, þá tekur þetta bara, þá tekur bara á YRC að 1/4. Það er ótrúlega. Þess vegna er það svo gott, sko.
Nei. Já, náði næst. Flott. Ok. Já, þarna. Flottur. Ok. Hvað fær hann í nótu þessu? Nei, næs. Resettar. Óbyrðu. Oh my god. Hvað gerist nú? Er hann allan í super? No. Óbyrðu. Nei, hvað fær hann í? Nei, Airthrow. Hann að setja. Hann náði rándinni hérna nú að. Flottur. Nei, Icelandir gera pikka upp aftur fín. Já, algjörlega. Hann náði þessu fyrsta leik og svo byrjaði bara að tránsa hérna í þessum leik. En núna was aðeins að byrja að berast tilbaka. Já. Þetta svo erfitt, sko. Nei, mér finnst Icelandir verið að byrja bara meira að gera honest mix-ups, frekar en reyna að ná parry-bait alltaf. Já. Nei, wow. Það náði ekki alveg að cancela í speciali í loftinu. Ok, Icelandir tekur annan leik. Það er 2-2. Þá er það bara, þá þurfum við bara að sjá til. Þessi leikur, mun Icelandic vinna mótið eða mun was resetta loksins? Já, einmitt. Já, ég veit ekki alveg hvað ég held. Ég held maður eiginlega með þeim báðum. Nefnilega. No. Nice, gott punish. Wow, já. Nice backdash. Náðu að komast fram hjá heavy style. Já, þeir eru bara, ég veit ekki, bara í neutral dálítið. Já. Ná það ekki líka. Jú. Má smá dodgy, sko. Ok, svona. Það er ekki, ætti að reyna að burst-baita svona. Ok, hérna fær, já, nice. Flottur. Tekur hérna og, Superinn. Say my name. Já. Alright, segðu, þá er bara 1 round fyrir Wars til þess að reset þetta. Hvernig bregst hann Icelandic loser við? Og góð byrjun hjá Babin. Nei! Já, bara bakkar á við. Vinnur ekki wake up throw yfir mítið í þessu? Jú. Já, það er one frame. Nema það sé svo ótrúlega, ef það hittar á alveg sama frame, þá held ég að vinna strike. Það er eiginlega bara eftir hversu active move þetta er í raun. Ok. Nei, nice. Hvað það hérna? Já, overhead. Nice grip, býtu. Hann er ekki með nóg mítið til þess að... Nei, hvað? Þetta komboð. Já, þetta komboð. En þetta er ekki nóg... Þetta skeila svo ótrúlega hart. Oh my god. Býtu nú, danger time! Herðu, þetta er... Nei, býtu! Hann tröpur ekki. Ok. Wow. Og was nær að resetta. Já, mér syns Was ekki vilja taka neinn risks, sko. Nei. Heyrðu, það er reset. Það er resetið. Bara 0-0 eftir. Báðir hérna í losers núna. Við fáum ennþá fleiri leiki. Já, það er bara betra. Já. Þessi spilarar eru skóð. Nefnilega. Spilda mjög mikið með fólki á online og eitthvað. Já, hann er með þessi tróð. Algjörlega. Gott first. Nei, svo fyndið að Strive er náttúrulega með núna fullscreen. En Exodus er núna ennþá með bara svona lítið. Akkurat, og það eru sum moves sem bara vinna á móti burst flat out. Já, sem er bara styrlað. Heyrðu, what's my name? Sögum einna. John. Nei, næri ekki alveg. Alltaf þegar þeir eru komnið á svona lítið líf, það er þessi sem er infinite líf, sko. Já, það er bara, þú veist. Það er ótrúlegt. Man heldur alltaf að næsta hitt með drepa og svo er bara pínu lítið ennþá. Equal points. Nei, ok. Svo með henni hann er... Flottur. Svo með loftanir. Hann er með level 2 hérna. Wow, þetta er ótrúlegt damage. Ég veit það. Þetta er bara hvað þú fær fyrir að safna upp levelum á þessu blessaða mistfæðinu.
Næra dasha fram hjá honum. Flott. Já! Flottur að grípa hann úr þessu. Ok, búinn að setja hann aftur upp með level 2. Ok. Námið hérna. Flott YRC. Fikk aðeins tími til að hugsa. Þarna það. Ok. Maður tók eftir því, hann var svona að gera eitt move og svo bara bíða. Já. Með follow-upið. Einmitt, hann er bara að bíða að sjá hvað extra þú sem að gera. Mun hann reversala, mun hann reyna að íta okkur vega að takka. Hvað er hann að fara? Býttu nú við! Hvernig virkar það? Já, ég held að það sé armor á 6B-inu. Ég skil. Eru 6B ekki með svona upper body involved? Nei, það eru öll öðruvísi, sko. Ég skil. Ég held að sumir eru með eitthvað upper body invincibility, sumir eru með full invincibility á einhverju og nokkur eru með armor og það eru öll mjög öðruvísi, sko. Eitthvað sem ég hissa að bæði ég og þessir tveir notuðu ekki er dead angle attacks. Nei, það er eitt sem ég finnst Er það svona... Það er bara svona eins og drive reversal til dæmis. Já, það er svona svipað því, þú ítir ofurinn frá þér í miður blokkstrengi. Og allir eru með mismunandi öðruvísi, sem geta kombo af sínu. Það gerir ekki damage sjálf. Þetta enga attack sjálf gerir ekki damage. Það er ekkert aldrei eins og wire. Það er svipað. Já, í stride wire. Já, ég fatt að hvað þú menn. Víst það er. Það er mjög svipað því. Shit. Bara henda eitt pening á hann. Til að klára leikinn. Eru 2-0, er það ekki, fyrir Iceland? Hérna, það er voice bobby með 2. Já, ég meina bara með mistök, sko. Það er voice bobby náttúrulega sem er með 2 stygg. Ok, þá þarf hann bara að vinna 1 leik í viðbót. Já, það er alveg ótrúlegt turnaround. Ég veit það. Hún var alveg að fara að tapa þessu. Það kom til vel á hann. Nice. Það kom hann inn í hotnið. Jæja, þá erum við aftur komin í miðjuna. Flott. Svo fast, low, þetta gefur combos á... No my god! Inn í airdrop. Ok, kom hérna, mistir. Flott. Skell hann hérna. Oh my god. Yndislegt. Það sýndi mér eitthvað klika trikk í training mode daginn. Þannig að það sem að hann getur gert svona, ef hann hittir rétt mistfænir. Það er gott challenge. Ef hann hittir rétt mistfænir og eftir að nota nokkuð coina á hann, ég held að í level 3 eða eitthvað, level 2 eða level 3, þá getur hann gert dashið frá mistfænir sem þetta gera tilbúið, beint í super og það super mynd á launchunum lengst upp í lofti og hann getur ennþá kombo á leiðið niður. Oh my god. Það er ekki ruggla sitt, ég hef ekki ennþá séð það hérna hjá honum, það er ótrúlega erfitt að gera. Þetta er að gera, þú veist, dash input, strax í super, bara... Nei! Oh my god! Það er til að loka bara mótið eitt gott instant kill. Oh my god. Wow. Rugglað hjá honum Bobbin sýnir okkur að hann er greinilega kóngurinn hérna á Íslandi þegar kemur að action. Þetta var rugglað match. Já, hann var svo sannarlega destroyed. Já, hann var destroyed. Í báðum, bæði Grand Finals og svo í resetinu. Já, það er ótrúlegt.